Herru, já, ég ætla að taka upp hérna annan fyrirlestur og ég mæli með að þið horfið á hinn fyrirlesturi fyrst, þannig að þið hérna vitið um hvað ég er að tala. En nú erum við bara að halda áfram með það sem frá er horfið og við erum með hennan feril X í öðru og við erum með 2 punkt á ferlinum sem eru punktarnir A og B og við erum með línu á milli þessara 2 punkta og við getum alltaf reiknað hallan á þessari línu og það er bara alveg eins og við höfum verið að gera hingað til að finna halla á milli einhverja 2 punkta. Og það er hægt að fara einhverja smá tilraunastarfsemi hérna og prófa bara að færa punktana til og þá er það sem gerist. Kannski þið verður að vera hérna öðrinni. Nú ætlum ég bara að færa punktinn B og þið getur fara að færa hann til hérna og trikkið er að láta hann færast og lenda og falla í punktinn A. Þá getur hann verður bara punktinum A. Og þá er það sem gerist að þið er að breyta línu sem er hérna sniðill. Þessi rauða lína heitir sniðill af því hún snýður, hún sneiðir ferilinn og sker hann í tvennt. Hún er að skera hinn ferilinn, X í öðru, í 2 punktum, þessum punktum A og B. En þegar þið færið punktin B hérna nær A, og þegar að B fellur akkurat í A, þá er þið ekki lengur með hérna sniðil, heldur eru þið núna með snertil, sem að snertir hérna línuna bara í einu punkti, hérna er hann rétt fyrir utan og svo reynda hverfi línan af því að þá eru punktarnir orðnir sami punkturinn. En ég ætla að sýna ykkur þetta eins betur af því það er nefnilega til aðgerð í GeoGebra sem getur búið til svona snertil. Þannig að höldum bara þessum hérna sniðli hérna áfram inn í myndinni. Þið verið bara umbera hérna dóttur minna sem að syngur hérna. Hún er nokkur hress núna. En það sem við ætlum að gera er að við ætlum að búa til annan punkt bara einhvers staðar á ferlinum. Þannig að veljum hérna aftur punkt og setjum bara einhvers staðar hérna megin núna. Smellið bara hér á. Nú er komið punkturinn C þarna á ferlinum. Og það er aðgerð svo hérna sem heitir hérna tangents á þessu ensku. Það er snertill og ég veit ekki ef þið eru með íslensku útgáfun, ég veit ekki hvað það heitir hérna í GeoGebra þar. En aðgerðin er samt að það er svona hringur hér og punktur fyrir utan hringur og 2 svona rauða línur og þið þurfa að velja það. Og þá koma leiðbeiningar hér hvernig á að gera þetta og þá stendur select point og við ætlum að byrja að gera það. Svo stendur then function. Þannig að ég ætla að velja punktin hérna, þannig að þið smelli bara á punktin C og nú er ég búinn að því. Og þá ætlum ég að smella á ferilinn og nú ætlum ég að smella hann á feril X í öðru. Svona, þarna kom ný lína og hún er svört þarna og það er ágætt kannski bara að lita hana einhvern veginn öðru sig til að sjá þetta eins betur. Og við skulum bara fara hérna í properties á henni og lita hana bara bláa til dæmis. Og fínt að við myndum nota þessa liti til að sjá þetta eins betur. Og nú ætlum ég að hérna færa hana og ég bara til að útskýra þetta aðeins málum þá ætlum ég bara að fela hina línuna hérna þannig að við getum bara hérna falið þetta allt hérna og ef við förum núna örin hérna og þá getum ég prófa að færa þessa línu C sjáðu þið núna og gerið þetta endilega sjálf hérna og fyrstu ykkur áfram þessu. Nú er ég bara með einhvern punkt C sem ég er að færa á ferlinum en þið eru með línu sem að sker hérna, hún sker ekki, hún snertir punktin C, þetta er beinlína, en hún snertir ferilinn bara í einu punkti og hallin á þessari línu er hallin á ferlinum í þessum punkti. Þannig að sjáðu hérna er hallin 0, hérna allstaðar er einhver mínushalli, svo er komið fram hjá punktin 0 og þá fyrir við að fá jákvæðan halla, hérna er plushalli, hérna erum við komin í punktin A. Þannig að hérna ætti hallin að vera orðin 2 og við skulum bara velja hérna aftur slope. Við finnum núna slope á þessari línu hérna og við veljum þetta. Þannig að við ætlum að zooma aðeins betur meira inn hérna og sýna ykkur aðeins betur hérna. Þannig að og við þurfum alltaf að vera sér öður til að færa svona punkta. Þannig að við erum með hérna punkt C og nú ætlum við að prófa að færa hann áfram. Hérna erum við með núna snertil sem var snertir og þið sjáu hvernig hallatala minnkar og minnkar. Hérna er hún 0,57
0,3, 0,2 og svo verður hallin 0 hér. Hérna er hallin 0. Svo fer að koma mínushalli hérna, svo það er mínuskildi, mínus 0,6, 7, 8, 9, mínus hérna 1 hérna. Hérna er hallin mínus 1. Svo er komið hérna akkurat í speilmynduna frá hinu punktunum A. Þá fóðu hallan mínus 2. Og þannig getið sjáðu hvernig hallin verður alltaf meiri og meiri en samt í mínuskildi hérna. Það verður alltaf brattari og brattari ferillinn. Hérna verður hallin 0 og hér er hallin orðin 2 og hérna ekstan og ekstan og ekstan. Þannig að vonandi svona vonandi skýrir þetta aðeins meira svona vandamálin sem við erum að leysa og það er fínt að sjá þetta svona myndrænt. En ég láta þetta aðeins duga núna með GeoGebra og ég ætla að taka upp aðra upptöku hérna bara á iPadin þar sem ég reikna dæmi hérna 2, 2, 2, 2, 7. Ok, læta þetta duga í bili.